þessi dómar eru geysilega langir og ítarlegir og þær eru raktir framburðir sakborninga og vitna og það kannski ekki alveg nægilega nákvæmt hjá Sigursteini þegar hann segir að þessir dómar hafi alfarið verið reistir á skýrslum þessara vitna. Það er vegna þess að á endanum eftir alla þessa vinnu þá tókst að ná slíkri samræmingu í framburð sakborninga að það var talið nægjanlegt. Það sem kannski einkennir þetta mál og maður reynir nú að skýra það út fyrir svona hinum ólöglærða áhorfanda. Það sem einkennir þetta sakamál er það að niðurstaðan er nánast eingöngu byggð á játningum sakborninga. Það er reynt með ýmsum hætti að Já, leyfðu mér aðeins að klára. Það er reynt að styðja þessar játningar sýnilegum sönnunargögnum og það gengur mjög illa og þetta er allt saman mjög rækilega rakið í héraðsdóminum og tekið svo til orða að þessi sýnilegu sönnunargögn, önnur en játningar sakborninganna, að þær sýni ekki, að tengi sakborninga ekki með óyggjandi hætti við þessa atburði. Með öðrum orðum að þetta mál hangir á þessum játningum sem síðan eru vísu dregnar tilbaka. Það er hins vegar matið að það sé ekki mjög trúverðugt þegar upp er staðið. En það er þetta sem að einkennir þetta mál og þess vegna er það mjög mikilvægt og það er langmerkilegasta framlagið í þessari mynd og það er þetta að það er með hvaða hætti þessar játningar voru fengnar. Og til að sannfæra mig endanlega þá þarf nú svolítið meira til heldur en það sem framkom í þessari mynd fyrir utan það að það er mjög erfitt að meta sannleiksgildi þessa eða réttmæti þessa svona út frá þessari mynd eingöngu. En það er hið áhugaverða í þessu máli. Já, einmitt, ef við stöldrum aðeins við það, ef við kíkjum á það hvernig myndirnar lýsa því hvernig játningarnar voru fengnar, þá er þessi mikla einangrun á föngunum, fangapresti haldið frá föngunum, skipulagt harðræði sem er þarna staðfest af fangaverði Hlyn Þór Magnússyni, fangaverði settir í yfirheyra fanga, yfirmaður rannsóknar bannar lögmönnum að hitta skjólstæðinga sín í 1-2 mánuði, lögmenn fá ekki að vera viðstaddir í yfirheyslur, hinum grunuðu svona telt hverjum gegn öðrum í yfirheyslum, þeir dregnir áfram með leiðandi spurningum og jafnvel villandi ef að merkja má myndirnar. Og það er svona reynd að sannfæra þeim að þeir hafi gleymt glæpum sínum og þeim er hjálpað til að muna. Jón Friðrik, þú hefur verið að rannsaka svo kallar falskar játningar. Sannfærir þessar myndir þig það að svo hafi verið í þessum málum? Nei. Það gera það ekki? Af og frá. Það gera það ekki og við þurfum að hafa það í huga að eins og kom fram að í þessu máli er byggt á játningum og í málum sem þessum, sérstaklega svona alvarlegum málum þar sem byggt er á játningum og skortir sannanir, þar hlýtur að koma fram löngun hjá sakborningi að draga játningunum tilbaka eins og gerist í þessu máli. Ég er ekki að segja að það sé svo, að það sé einungis byggt á löngun til að draga tilbaka því að sannanir eru ekki fyrir hendi. En við verðum að hafa það í huga samt sem áður. Já, en eins og þetta kemur fram í myndunum, er það líklegt með þessum aðferðum og lyfjagjafir eru þar fyrir utan og annað slíkt, er það líklegt að það sé að marka játningar sem eru fengnar undir þessum kringumstæðum? Því er ómögulegt að svara á þessum upplýsingar sem við höfum, eða með þessar upplýsingar sem við höfum. Og þér finnst þessar upplýsingar í myndunum ekki duga til þess að sýna þér fram á að svo hafi verið? Nei, það er af og frá. Til þess að meta slíkt þá þarf að fara fram í ítarlegt mat á einstaklingunum, ákveðnum þáttum í þeirra fari, greind þeirra, persónuleika þeirra og ýmsu fleiru. En má ekki ætla svona að maður setur sjálfan sig í þessi spor með þessa meðferð, harðræði, einangrun, farði ekki að tala við fangaprest, farði ekki að tala við verjanda eða lögmenn og svo framvegis, lyfjagjafir, hávaði, svefnleysi, hefur þetta ekki áhrif á bara venjulegan mann? Vissulega. Jafnvel sterkan mann? Vissulega, en ég átta mig ekki alveg á atburðarásinni í þessu. Ég hef ekki lesið skýrslu harðræðisnefndarinnar
og ég átta mig ekki á því hvenar á hvaða tímapunkti miðað við játningu eða játningar þetta harðræði á að hafa átt sér stað. Það kemur að vísu fram í dómskjölum að ákveða harðræði og í raun og veru kemur ekkert nýtt fram í þessum myndum það að mínu viti eins og ég skil það í dómnum. Það eru nákvæmari lýsingar Hlynur Þór Magnússon sem þarna talað við. Það var aldrei talað við hann þegar harðræðisrannsókn fór fram 1979. Veistu hvers vegna var ekki talað við hann? Nei, og hann hefur engar skýringar á því heldur. En Ragnar hefur kannski, Aðalsteinsson hefur kannski það voru fangaverðir í Síðumúlafangelsi sem voru fluttir þaðan síðla í janúar 1976 sem voru sem sagt fyrstu 3-4 vikurnar af dvöl Sævars og annarra sakborninga fangaverðir og það var ekki ætlunin að yfirheyra þá í harðræðisrannsókninni þessa fangaverði og það var fyrir harðfylgi verjanda Sævars Marinós að það tókst að fá yfirheyrslur að láta þær gefa skýrslur en þær höfðu alvarlegar sögur að segja að því sem gerðist í fangelsinu á þeim tíma og það á fyrstu dögunum og vikunum. Ég var aðeins geta þess að það sífellt verið að tala um að skýrslur hafi verið dregnar tilbaka seint og síðar meir en það þarf ekki einu svona ný gögn til þess að komast að því að þetta rangt. Það lágu fyrir Hæstarétti sem að sagði að Sævar Marinós og í nefni dæmi hafi dregið sínar játningar svokallaðar tilbaka 1977 að það rangt. Hann sífellt að berjast við það og dómarinn í málinu, rannsóknardómarinn sem svo hefur stundum verið nefndur, hann gaf vottorðum það 1977 að hann hefði ekki bókað það sem að Sævar sagði það vegna þess að hann vissi betur. Það var alveg óþarf að bóka. Síðan eru samfelldar upplýsingar það er verið að reyna að koma á framfæri afstöðu þeirra sem yfirheyrðir eru. Þeir eru yfirheyrðir nokkur 100 sinnum, það er eins og tiltölulega fáar skýrslur með yfirheyrslu fjölda og þetta vissu dómstólarnir ekki Það er fullt af upplýsingum sem dómstólinn vissi ekki neitt Þeir vissu ekki að það voru lagðar langar skýrslur fyrir Hæstarétt svo í nefnum sem dæmi, röng opinber vottorð. Ég vil líka segja að mér óskaplega illa við að halda í hvort að vera að flýta þetta mál hér í sjónvarpi. Ég hafði sjálfsögðu neitað að mæta í þennan þátt þegar að Árni Þórarinsson talaði við mig og spurði hvort að ég fellist á það. En síðar kom það til að hinn setti ríkissaksóknari ákvað að koma í þáttinn og það breytti minni afstöðu. En auðvitað ég talsmaður í þessu máli og ég hef ekki lokið starfi mínu og það ber að hafa það í huga. Já, ég vil nú eiginlega taka undir það með Ragnari að hér í þessum þætti þá getum við auðvitað ekki komist að einhverju niðurstöðu í þessu álitaefni. Þeir eru hér tveir að vinna að málinu og hafa ekki lokið því og endanum verða Hæstiréttur sem sker úr. Ég held að hlutverk okkar hljóti að vera meira að fjalla þessa mynd og sem mér finnst góð upprifjun á þessum atburðum og atburðarás sem það var fann að gleyma og ýmsum uppákomum. En eðlilega ef maður horfir á þetta svona út frá lögfræðilegu sjónarhorni þá vekur hún upp fleiri spurningar en hún svarar og ég held að það sé mjög gott. Ég held að það sé gott að þær spurningar séu vaktar upp. Hvað er stærsta í þínum huga? Og já, almennt séð þá finnst mér að það þurfi að áður en að menn komast að niðurstöðu og það er auðvitað hlutverk þeirra sem að því að vinna að bera saman þá hluti sem hér koma fram við dómana, forsendur dómana og niðurstöður, hvað af þessu er nýtt, hvað var fjallað í þessum dómum og hvernig var fjallað það og hvernig var það rökstudd. Þetta þarf auðvitað alltaf að bera saman áður en menn geta fellt eitthvað dóm eða komist að niðurstöðu það hvort á að taka málið upp aftur. Og myndin er sem sagt góð að því leyti að hún vekur upp fjölmargar spurningar af þessu tagi. Hvernig var fjallað þessa harðræðisrannsókn? Hvaða áhrif hefur til að mynda það að nú kemur fram fangavörður sem ekki var yfirheyrður á þeim tíma þó að flest þessi atriði hafi komið fram
eins og hér var sagt í þeirri rannsókn, þá kemur þarna nýr fangavörður, hefur það einhverja þá þýðingu að lögum að það miða við það hvernig tekið var á þessu sínum tíma. Þannig að allt eru þetta spurningar og matsatriði sem er nauðsynlegt að fara yfir áður en menn komast að endanlegum niðurstöðum. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að menn átti sig á því að ég held að svona mynd, hún getur ekki svarað að spurningunni. Það er raunverulega ekki hægt að ætlast til þess að kvikmyndagerða manninum að hann komi með einhverja niðurstöðu, en hann vekur upp spurningar og þá er það verkefni að leita svara og komast að niðurstöðu. Jón Friðrik, aðeins af því að þetta mál með játningarnar hefur komið hér upp og verið svolítið stórt atriði og meðferðin á föngunum í því samhengi. Samkvæmt þinni reynslu og í þínum rannsóknum, hvað þarf til? Hvaða forsendur þarf til þess að játning teljist fölsk? Til þess að hún teljist fölsk, áttu við af dómstólum. Hvað merkir hugtakið? Ég held að það spyrja lögfræðingarnir hér það, lögfræðilega skilning á því hvað er fölsk játning. Ég meina, já, en það sem ég kannski er að spyrja hvað gerist hjá fólkinu? Þegar fólk tekur á sig eitthvað eða segist játa eitthvað sem það hefur ekki gert. Það er náttúrulega ýmislegt sem gerist og engar tvær falskar játningar, eins og við nefnum þar, eru eins í raun og veru. En fólk ber við tveimur ástæðum. Hluti hópsins af þeim sem ég rannsakaði gaf þá skýringu að þeir hefðu verið að vernda einhvern annan. Og oftast einhvern sem þeir þekktu, vin, ættingja eða vinkonu eða eitthvað slíkt. En helmingurinn segist hafa játað eitthvað á sig sem hann gerði ekki vegna þrýstings frá lögreglunni. Það er vegna þess að þeir skynjuðu þrýsting. Þetta eru tveir megin ástæður. Helmingurinn? Já, helmingurinn. Skiptir svona akkurat til helminga. Spyrja Jón Friðrik að því, er það ekki rétt skýri hjá mér að það séu mörg sönnuð dæmi þess, og ég hef til að myndi í huga mál eins og Guildford 4, að menn hafi viðurkennt á sig stórfelldar sakir margföld morð á 1 til 2 sólarhringum, bláedrú, án þess að vera undir áhrifum lyfja og er á henni besta aldri. Það er búið að berja á því klessu þá, er það ekki yfirleitt? Er það ekki niðurstaðan? En samkvæmt lýsingunum í þessari mynd, meðferðin á föngunum, er ekki ljóst að þeir hafi allavega verið undir miklum þrýstingi frá rannsóknaraðilum. Er það ekki ljóst? Samkvæmt þessari mynd, jú. En þú dregur hann í efa? Ég er sammála þeim tveimur að mér finnst hún gefa mjög einhliða mynd. Þetta hljómar... Hvað meinar þú með einhliða? Er þetta að meina gagnrýni eða... Hún er tekin, eða mér finnst hún vera samin út frá þeirri forsendu að þessir einstaklingar séu saklausir. Þannig virkar hún á mig. Þetta með harðræðið, það verkar líka á mig svolítið reyfarakennt. Ef það hefur átt sér stað á þennan hátt eins og lýst í myndinni, þá er það verulega ólíkt minni reynslu af þessum málum í dag. Ég hef starfað í þessu í 9 ár, eða tæp 9 ár, og hef rætt við fanga í gæsluvarðhaldi sem í afplánum. Fangar hafa tilhneigingu til að segja mér það sem út af ber. Ég man eftir einu, ég var að rifja þetta upp í morgun síðast, ég man eftir einu tilviki þar sem að fangavörður er sakaður í Víneyrum að hafa slegið til fanga. Þannig að þetta sýnist mér vera svolítið reyfarakennt. Hins vegar las ég það sem fjallaður í dómnum harðræðið. Það er ekki svona gróft eins og lýst í myndunum. Ragnar, þú varst að biðja mér. Já, það var rétt aðeins út af því sem nafni minn Aðalsteinsson sagði hér áðan að ég vil nú ekki láta það líta svo út eins og ég hafi verið að tróða mér inn í þessar umræður hér. Ég kom hér fyrir þrábeiðni stjórnanda þáttarins og ég kom hér alls ekki til þess að ræða það hvort skilyrði séu til þess að endurupptaka Guðmundar- og Geirfinnsmálin. Ég kom hingað til þess að ræða þessa sjónvarpsþætti sem var verið að sýna hér. En bara aðeins svona rétt út af því sem að nefnt var harðræðisrannsóknina að þá finnst mér nú ef
ef að svona hlutlægni hefði nú verið gætt við gerð myndana, þá hefði nú kannski líka mátt taka fram að í lok harðræðisrannsóknar gefur þáverandi verjandi Sævars Ciesielski þá sérstöku yfirlýsingu að hann ber mikið lofsorð á framkvæmd harðræðisrannsóknarinnar og vinnubrögð þeirra sem að henni stóðu. Það er inn í málinu alveg eins og allt annað. Þetta nú, hann takmarkaði það síðan. Harðræðisrannsóknin fólst í því að dómsmálaráðuneytið skipaði tiltekið mann til þess annars staðar. Nokkru áður hafði samskonar atburði gerst að menn voru jafnaðir á fótum og höndum og strekktir eins og það heitir í Síðumorafangelsinu og þeir menn fengu aðstoð fangelsispressins til þess að virkilega að koma í ganga rannsókn og þá skipaði dómsmálaráðherra Steingrim Gaut Kristjánsson dómara til þess að rannsaka málið. Þegar kemur að þessari harðræðisrannsókn sem tók 3 ár að fá í gang, þá var hún ekki falin Steingrimi Gaut Kristjánssoni eða öðrum dómurum, heldur var hún falin lögreglumanni og hann átti að rannsaka yfirmenn sína og ríkissaksóknarembættið og fleiri samkvæmt bréfi dómsmálaráðuneytisins. Hvað gerir hann? Hann óskar eftir fyrirmælum frá ríkissaksóknari og það hvernig eigi að takmarka rannsóknina. Og í hvers skipti sem kemur að einhverju alvarlegu, þá er sagt að þetta er nú utan rannsóknarinnar og við skiptum okkur ekki af þessu. Þannig að það var líka einkennandi að þegar fangaverðir báru sakir á yfirmennina og fangavörslunni í heild sinni vegna frammistöðunar þessu máli, að þá var reynt að gera það tortryggilega og þá var farið í fangelsisdagbækur. Þar voru upplýsingar fótajárn sem voru bönnuð á Íslandi á þessum tíma. Alvarleg brot, en sá sem að rannsakaði, hann sá það ekki. Hann sá var eingöngu að leita því hvað geta verið til áfellis fyrir þá fangaverði sem að höfðu uppi sakir. Þannig að ég tel að rannsóknaraðilarnir hafa á þessum tíma vitað harðræðið sem að fór fram í Síðumorafangelsinu. Ef þetta er staðfest svona að harðræði var framkvæmt með þessum hætti, hvað þýðir það lögfræðilega fyrir málsmeðferðina? Ógildir það ekki eða veikir það ekki hana? Davíð? Já, ég vil nú byrja á því að ég get nú ekki orðað bundist um það. Mér finnst nú svolítið óvilt að þessir menn skuli sitja hérna og vera nánast að flytja þetta mál hér í þessum sjónvarpssal. Ég held ég að segja það. En það sem ég vildi bæta við þetta er það að þetta með harðræðið að það er ekki, sko, eins og ég gat hérna áðan, sko, þá hangir þetta mál allt saman á játningunum og það skiptir þá miklu máli þegar við erum með þetta það hvort skilir eru til endurupptöku á þessu máli eins og Ragnar hefur farið fram á fyrir sinn skjólstæðing og nafnið hans Ragnar Hall á að fjalla af hálfu ríkissaksóknara að þetta er ekki bara spurning um þetta hagræði, heldur líka virðist sem ýmsar og ég þykist vita að Ragnar muni taka undir þetta með mér að það er ýmsar réttarfarsreglur og reglur rannsókn brotamála sem að virðast líka vera brotnar eins og til dæmis það að þessi gætt að réttargæslumenn séu viðstaddir, yfirheyrslur standa lengur heldur en reglur gerðu ráð fyrir, skýrslugerð er í mólum og svo framvegis og þetta er auðvitað líka mjög alvarlegur hlutur og það er kannski eitthvað sem bara bæta þessu við í sjálfu sér. Ég held að, sko, ég þykist að vita að Ragnar hafi nú meira í pókahotninu heldur en framkemur í þessum myndum. Það myndur nú í sjálfu sér ekki í mínum huga duga til þess að málið er endurupptekið. En ég held að geti hann stutt ýmislegt af því sem þarna kemur fram, gildum gögnum, að þá hljóti Hæstarétt að vera nokkur vandi á höndum við mat á þessu. Af hverju vandi á höndum fyrir ekki það? Af hverju vandi? Já, sko, það er kannski vegna þess að ýmislegt af þessu er þegar komið fram. Það var fundið að ýmsu við rannsókn málsins, bæði í dómi Héraðsdóms og þá einkum í dómi Hæstaréttar, en það var þó ekki talið það alvarlegt að það ætti að í sjálfu sér að breyta neinu niðurstöðuna, að játningarnar væru eftir sem áður góðar og gildar. Það er þá eitthvað meira og ítarlegra og nýtt að koma fram. Ég verð aðeins að fá að koma inn í þetta vegna þess að þessir herramenn hér tala um það
eins og ekkert nýtt hafi komið fram í þessum þáttum. Það er auðvitað fjöldamargt nýtt sem kemur þarna fram. Það er vitnað í dagbækur varðandi afstöðu til dæmis til Sævars Sjelskis, meints höfuðpaurs í þessum málum. Lykilvitni í Guðmundarmáli er dregið fram í dagsljósið eftir að hafa verið búsettur erlendis í yfir 20 ár. Lykilvitni í Hafnarbúð, í fyrsta skipti viðtal við hann og hennar frásögn það að hún hafi á engan hátt verið höfð neitt með í ráðum við gerð leirstyttuna sem að síðan var farið að leita eftir. Ekki aðeins það hún bætir því við að Kristján Viðar Viðarsson sé ekki maðurinn sem hringdi. Afturköllun Erlu Bolladóttur til Arnar Höskuldssonar og þýðing þess bréfs og svo mætti lengi telja. Þannig að, og þú talar það einmitt að ef hægt sé að styðja það sem að framkemur í þessum myndum, gögnum, að þá sé Hæstarétti vandi á höndum. Ég get sagt þér alveg eins og að við getum stutt hverja einustu setningu í þessum tveimur myndum, hverja einustu. Og við varum tilbúin til þess að koma með öll þessi gögn og sýna þér þau hér og nú. Hvers vegna halda menn að lögregluforingjarnir tveir sem að tala þar við hafi talað svona alvarlega málið eins og framkom í myndunum ef ekkert hefði verið að. Og það voru viðtöl við konurnar tvær sem að áttu að hafa séð saman Guðmund Einarsson og Kristján Viðar. Það eina sem að tengir Guðmund Einarsson við þessa sakborninga. Og nú er komið í ljós að það var rangt. Það voru vitni sem að sáu Guðmund sem lögreglan talaði ekki við þetta leyti og mann með honum sem var lágasnari og svo framvegis og það er ekki svo að við endurupptöku ber að sanna eitt eða annað heldur er verið að tala um skynsamlegan vafa. Ef það er skynsamlegur vafi þá verður málið endurupptekið og síðan verður það rekið að nýju fyrir dómstólunum og ef að þá komist þeirri niðurstöðu ekki ef átt að endurupptöku málið þá er því vísað frá. Ómar, þú varst blaðamaður á þessum tíma, skrifaðir mikið þetta og ert kannski hér bæði sem slíkur og kannski ekki síður sem bara fulltrúi hins venjulega áhorfanda núna. Á sínum tíma þegar þú varst að fjalla með þessi mál, trúður þú því að niðurstaða hefði verið fengin og hún hefði verið fengin með réttum og eðlilegum hætti? Maður hafði náttúrulega ekki annað en æðsta dómstóli í landinu í sjálfu sér og varð svo sem að taka það gott og gilt en það var þó að vísu sá sami Hæstiréttur og hafði áður haldið blásaklausu fólki 20 mánuðum saman. Þá þetta um fjórmenningana. Já. Og fyrst ég nefni þá og þá var að tala hér um játningar undir þrýstingi, þeir voru náttúrulega undir miklu þrýstingi og aldrei játuðu þeir. Fyrir mér kom ekki í sjálfu sér mjög margt nýtt fram í þessari mynd. Ekki, ég held að það hafi fátt verið í þessu sem að ekki hafði komið fram áður. Það sem kom þó óvart var svo frásögn Magnúsar Gíslasonar í Keflavík að hann hefði beinlínis verið látinn teikna mynd af Magnúsi Leópoldssyni. Þarna frumstigi strax. Já. Það kom mér og þetta vissi ég ekki. Sigursteinn, sú staðreynd að ljósmynd af Magnúsi Leópoldssyni er notuð þarna á frumstigi málsins til þess að gera teikningar eftir. Hvernig kom hún inn í málið? Spurðu þið, nú voru þið með viðtal við Hauk Guðmundsson. Svaraði hann því? Það var nú ekki Haukur Guðmundsson sem fór með þessa ljósmynd til Magnúsar Gíslasonar sem þá var fréttaritari Vísis. Dagblaðsins. Já, hann sjálfur segir Vísis en það var náttúrulega hatt samkeppni þannig að hann har kannski verið báða megin eða hvorum megin. En hann sem sagt lýsir þessu svona, ekki vil ég fullyrða það að það var ekki skýring komið fram á því hvers vegna hún var sett inn í rannsókn á þessu tíu, þessi ljósmynd. Hvers vegna mynd af Magnúsi Leópoldsyni, ef rétt hafi verið notuð til þess að teikna eftir? Nei, það hefur engin skýring komið á því, en hins vegar hafa náttúrulega ýmsir bent á það. Hver lagði þessa mynd upp í hendurnar á hann? Það var lögreglumaður í Keflavík sem ég myndi ekki vilja nafngreina á þessu stigi og ég hef mínar ástæði fyrir því. Nú segir Bjarki Elíasson yfirlögregluþjónn fyrrverandi í myndinni sem við sáum í kvöld að þetta mál hafi verið
þannig vaxið að upphaflega verið að rannsaka mannshvarf sem sé hið eðlilegasta. Síðan það, ef það gengur ekki upplýsa það, ef það gekk ekki upplýsa það, þá er það tengt öðrum og óskyldum málum. Það er meðal klubbmálum, myndina Magnúsi og spíramálum og síðar þegar þau kom inn í þetta Sævar og Erla, aðbrotum þeirra öðru tagi. Það er tengt Guðmundarmálinu og svo er Guðmundarmáli tengt Geirfinnsmálinu. Er það eins og Bjarki sagði, liggja þar mistökin að það verið að tengja mál öðrum og óskyldum málum? Hvað finnst þér það, Ragnar? Já, það upp á þessara mála er að því liti einkennilegt að Sævar Marínó og Erla Bolladóttir eru í rannsókn vegna gruns fjársvik sem reyndust vera, sá grunur var réttur. Og þegar þau hafa verið lengi í varðhaldi, sennilega Sævar Marínó í 30 daga, þá var hann spurður reyndar þetta fjársvikamál síðasta degi. En hann var það var verið að spyrja hann annað vegna þess að þeir höfðu, það var verið að málið varð til meðan hann var í gæsluvarðhaldi. Hann var ekki grunnaður þegar hann kom inn. Og samur auðvitað segjum upp að Geirfinnsmálsins, það var búið að birta það fréttir í blöðunum að Magnús Leópoldsson, svokallaði klúbbmenn, væri undir grun. Það vissu öll þjóðin að þeim var stefnt af einhverjum ástæðum, ég kann ekki skýra það auðvitað. Og þetta, það var reynt að halda því inni allan tíman og þess vegna lentu svokallaði fjórmenningar í fangelsi vegna þess að það var sífellt verið að beina rannsókn að þeim allan tíman. Það verið ekkert með hina sakborningan að gera að þessi fjórmenningar lendi í fangelsi, virðist vera. Þorsteinn, þegar þú varst ritstjóri Vísis og kom nú fram þarna í þessum myndum að rannsóknin hefði kannski farið, skulum segja, úr böndunum vegna mikils utanaðkomandi þrýstings, bæði frá almenningi, frá fjölmiðlum og þetta tengt svona stjórnmála ástandinu á landinu á þessum tíma. Og það er raunverulega gefið í skyn að Vísir undir þinni ritstjórn hafi verið notaður til þess að koma höggi á Framsóknarflokkinn. Hvernig upplifir þú þetta? Já, ég upplifði þetta nú ekki með þessum hætti. Það er að vísu rétt að í Vísi á þessum tíma þá birtust greinar, meðal annars eftir Vilmund Gylfason, þar sem slíkar ásakanir komu fram, en það var sem sagt grein undir og sem vitna var til í þættinum, það var grein undir hans nafni sem var ekki herferð Vísis á þessum tíma. Ég held að Vísir hafi nú svona gagnrýnt annað mál sem þessi ríkisstjórn var með miklu meir sem ekki heyrði undir ráðherra Framsóknarflokksins og ég veit það að Sjálfstæðisflokkurinn var ekki neitt vantraust til Ólafs Jóhannessonar vegna þessara mála á þeim tíma og mér fannst það kannski svona ofgert í myndinni að þessi umfjöllun öll hefði haft einhver svona pólitísk áhrif á stjórnarsamstarfið á þeim tíma. En hitt er alveg örugglega rétt að öll umræðan í þjóðfélaginu, skrif blaðanna á þessum tíma hafa auðvitað búið til pressu og keyrt svona málið áfram að einhverju leyti. Það eins og öll umfjöllun gerir, það hlýtur að eiginlega gefur auga leið að svo hefur verið. Að sem sagt rannsóknin hafi verið með þeim hætti sem við höfum séð í þessum myndum út af kannski sumuleyti félagslegs þrýstings, pólitísks þrýstings. Það held ég að væri auðvitað langsótt og alltént þá hafa menn ekki afsakanir fyrir það að ganga á svig við settar réttarfarsreglur þó að skrifa sig mál í blöð. Nei, að sjálfsögðu ekki, en við lifðum nú þessa tíma og það voru þvílík, þvílíkar geðsveiflur í þjóðfélaginu í kringum þessi mál að þau hafa örugglega borist út allt, þessar geðsveiflur. Var ekki ástandið í þjóðfélaginu með þeim hætti að það var hreinlega erfitt fyrir rannsóknaraðila að vinna þetta mál kannski í friði?
Já, ekki skal ég segja til um það. Allavega fengu blöðin upplýsingar og eftir ýmsum leiðum og ég held að umfjöllunin hún hafi einfaldlega verið í samræmi og endurspeglað svona ástandið í þjóðfélaginu og umræðurnar í þjóðfélaginu en ekki endilega búið þær til. En þú heldur ekki að einmitt þetta og mikil samkeppni milli síðdegisblaðanna hafi kannski leitt til þess að þeir gengu of langt? Já, þetta var samkeppni á milli blaðanna fréttaflutning af þessum málum eins og öðrum. Og hvort að einhver tilvikar það að blöðin hafi gengið of langt eða birt upplýsingar sem ekki átt að birta eða sagt eitthvað sem ekki var staðfest. Ég reikna nú bara með því að menn hafi einhvern tímann gert mistök og ef menn fær að skoða þetta svona með 20 ára lífsreynslu að baki í ofanálag við það sem þá var þá hljótu menn nú að finna eitthvað sem betur hefði mátt fara í þeirri umfjöllun. Ég bara efa það ekki. Eitthvað smá samviskubit þar? Nei, ég held að þetta sé svona almennu fyrirværi sem eðlilegt er að gera. Ég man ekki eftir neinu sérstöku tilviki í þessu efni. Ómar, hvernig metur þú áhrif fjölmiðlaumfjöllunar á gang þessara mála? Ég held nú kannski að fjölmiðlaumfjöllunin hafi ekki haft nein sérstök áhrif á gang rannsóknarinnar. Ég held þó að við höfum oft farið óskaplega í taugarnar á Sakadómi Reykjavíkur og þessu fólki sem þar vann. Og gegnum sneitt var nú samstarfið við þá svona alveg þokkalegt. Stundum var það mjög slæmt. Það var logið í mann og manni haldið vísvitandi á einhverjum villigötum og allavega. Vísvitandi á villigötum? Já, ég held það. Í hvaða tilgangi þá? Sjálfsagt bara í almennum pirringi. Það er svona eiginlega tilfinningi sem ég hef núna. Þeir eru bara orðnir leiðir á manni og fjandans með hann. Ég held að það hafi nú verið svoleiðis. Bara svo við klárum þennan þátt fjölmiðla og það, er það ykkar mat, Þorsteinn og Ómar, að myndirnar ofmeti þann þátt? Þessi félagslegi þáttur, pólitíski þáttur, er hann gerður of stór í myndunum? Ég var ekki að segja að myndin ofmæti þátt fjölmiðla í þessari umræðu sem var í þjóðfélaginu. Auðvitað léku þeir þar stórt hlutverk. Það sem ég sagði var það að mér fannst myndin ofmeta þau pólitísku áhrif eða svona hvernig það virkaði inn í ríkisstjórn og að þetta hafi veikt ríkisstjórnar samstarf og þess að það held ég að sé ofmetið því að þessi blöð voru að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir öll möguleg mál og á þessum tíma voru blöð líka í svona kapphlaupi til aukins sjálfstæðis frá stjórnmálaflokkunum og það hafði allt áhrif, þannig að ég held að sá þáttur hafi verið ofmetinn. Ég verð að taka fram á þessu tilefni að í þau 3 tilvik í seinni þættinum sem var einmitt núna dagskrá áðan, í þau 3 tilvik þar sem tilgreint eru dæmi það að ríkisstjórnin hafi verið talin í fallhættu í tengslum við þessi mál. Reyndar önnur líka þá allsherjarverkfall og út af þorskastríði og deilum hvernig ætti að höndla það. Að þá er í öllum tilvikum verið að vitna í erlend blöð. Við erum aldrei að koma með einhverjar fullyrðingar byggðar á okkar mati. Það eru 3 tilvik í þessum þætti og í öllum tilvikum er verið að vitna í fyrsta lagi Independent og New York Times og Sunday Times. Ég tók eftir því en það er bara það sem ég er að segja að þessi ímynd hvort sem það ég var ekkert að saka þig að bera ábyrgð á því en þátturinn gefur þessa ímynd þó það hafi verið Independent eða einhver önnur erlend blöð sem hafi sagt þetta er umfjöllunin á þessum tíma sem við erum bara að segja frá. Og ég held að þetta hafi ekki verið raunveruleikinn. Ekki hafði ég neitt í sjálfum sér að sakast við og aldrei datt mér í hug að Ólafur Jóhannesson hefði tengst þessum málum þó að dálkahöfundur í mínu blaði hafi skrifað þar og þannig
ég held að þessi þáttur hafi verið ofmetinn, en augljóst hafa blöðin eins og var haft áhrif á mótun almenningsálitsins og allt þetta. Enda var það ekki kosningaúrslitin þannig út að Framsóknarflokkurinn tapaði og Alþýðuflokkurinn vann á. Í 78? Já. Það voru allt önnur mál, það voru allt önnur mál, þá skömmu fyrir kosningar þá gekk ríkisstjórnin í það verk að afnema vísitölubindingu launa sem olli miklu uppnámi á vinnumarkaði. Það voru þau mál sem höfðu áhrif á úrslit kosningana. Ekki geirfinnsmálið sem sagt. Nei, það hafi ekki bara komið nálægt því að hafa áhrif á kosningar. Vekja athygli á því að það er ekki bara blöðin sem að leita eftir fréttum og birta þær, heldur eru rannsóknaraðilar sífellt að bera fréttir í blöðin, bæði óformlega og eins formlega. Það voru haldnir blaðamannafundir og síðasti og merkasti blaðamannafundurinn var 2. febrúar, eða minni mig frekar en 3. febrúar 1977. Honum stjórnaði Karl Schütz og svo var yfirsakadómurinn Reykjavík við hliðina á honum og ýmsir fleiri háttstandandi menn í dómskerfinu og rannsóknarkerfinu og þar var því, eins og sást í myndinni, sem var mjög gott að rifja upp, þar var dæmt í málinu. Þar var sagt að það fær ekki á milli mála að þetta væri rétt niðurstaða sem menn verið sekir. Dómsmálaráðherra landsins birti yfirlýsingu í Morgunblaðinu hinn næsta dag og lýsti því yfir að þungu fargi væri lett á þjóðinni. Dómarinn í málinu, rannsóknardómarinn svo kallaði, sagði frá því að sakborninga þetta væru nú kannski sérlunlegt, því að þeir væru svona róttækir í skoðunum og þeim var illa við ríkt fólk. Þar með var búið að tengja þetta við störf Karl Schütz í Þýskalandi. Þetta hefur verið skoðað nokkuð vendilega í kandídatsritgerð við bandarískan háskóla, 6 mánaða tímabil, einkum að því varðar fjórmenningana og hvernig blöðin voru fyrst á móti þeim, eins og síðdegisblöðin sem svo eru kölluð, dæmdu mjög hart í málunum, fengu síðan eins konar sektarkennd eftir á þegar málin fóru að skýrast og reyndu síðan að breyta fyrir afstöðu eða reyna að bera í bætiloka fyrir afstöðu sína. Þetta allt þetta mjög merkilegt, en blöðunum einum verður ekki þetta kennt. Rannsókn séra Halldórs Reynissonar, sem ég var að vitna til, er athyglisverð og sýnir auðvitað fram á veikleikan á þessum tíma og kannski einnig í dag að þessu leyti að hvernig samstarfið er á milli dómstóla, ákæruvalds, lögmanna, þar að segja verjenda og fréttamiðlana. Og það er hlutur sem við höfum reynt að ræða nokkur sinnum á undanförnum 20 árum, en ekki komist að niðurstöðum hvernig við eigum að standa að sameiginlega þannig að allra hagsmuna sé gætt og allra sjónarmiða. Ég vildi bara aðeins koma inn í þessa umræðu að ég fannst nú þessar tengingar við hugsanlegt fall ríkisstjórnarinnar og ekki tækist að upplýsa málið frekar ósamvarandi. Þetta eru tilvitnanir. Það voru nú, Jú, en það var gert talsvert mikið. Við erum ekkert að það var gert talsvert mikið úr þessu, það fór talsvert mikil tími í þetta, þannig að það gaf þá mynd sem að Þorsteinn nefndi áðan að þetta væri eitthvað stórt atriði í þessum málum, en mér fannst þetta nú frekar ósamvarandi, en það var nú ekki ástæðan fyrir ég vildi fá orðið, heldur það að ég held að að við sem búin að vera að tala í kringum kjarna þessa máls, framgangur málsins, framgangur rannsóknarinn og ástæðan fyrir þetta tók svona langan tíma og af hverju þetta gekk svona illa, það er ekki þessi blaða umhverfi og fjölmiðla umhverfi sem var í kringum þetta, heldur það kannski fyrst og fremst að ég tel að menn voru að takast á við stærri og erfiðari mál heldur en hefur séð áður. Við vorum sem ekki búin mannafla til þess að fást við þessi mál á nægilega skilvirkan og ákveðin hátt. Ég hugsa að það sé einn ástæðan. Hinn ástæðan er svo að þegar maður les dómana og skýrslurnar þá sér maður það að það veldur miklum vandræðum við rannsókn málsins að sakborningarnir eru sífellt að breyta framburði sínum. Þeir byrja á því tiltölulega snemma í þessu ferli að játa, hvernig sem það var nú fengið út úr þeim, þá er það nú staðreynd að þeir gerðu það svona tiltölulega snemma í rannsókninni. Síðan einkennir það framburði þeirra hversum sig að þeir eru að reyna að stilla þessu upp með þeim hætti að það sé gert sem minnst úr þeirra eigin þætti í því. Kristján Viðar segir að hann hafi verið eitthvað til hliðar og séð hinn að gera þetta og komið sér í burtu og svo framvegis, ég man nú ekki nákvæmlega, en varíasjónirnar af þessu eru fjölmargar og það eru teknar aftur og aftur í yfirheyrslu og smátt er þessu púsla saman í þessa endanlegu frásögn sem er svo notuð til þess að sem ræður niðurstöðu málsins á endanum.
að öllu. Ég held að þessir erfiðleikar allir, það er fyrst og fremst þeir sem að skýri það hvers vegna tekur svona langan tíma og svo framvegis, frekar en að ríkisstjórnin hafi verið að niðurlótum komin vegna málsins og fjölmiðlarnir og svo framvegis. En að öllu samanlögðu og eftir að hafa séð bæði það sem framkemur í myndunum og það sem þið vitið að öðru leyti, hvað stendur eftir af málatilbúnaðinum? Hvað finnst þér, Þorsteinn? Af málatilbúnaði myndarinnar eða dómsins? Málsins sjálfs. Það get ég ekki dæmt. Ég gluggaði nú í þennan dóm á sínum tíma. Það er langt síðan að ég las hann og það sem ég var að segja áðan er það að þarna þarf maður að bera saman til þess að geta komist að niðurstöðu af því að mér finnst ekki vera hægt að ætlast til þess að mynd eins og þessi hún svari slíkum spurningum eða fari í það lögfræðilega mat. Það eina sem ég ætla að segja, því menn hafa verið að tala hér að myndin væri einhliða og uglust hefur það að einhverju liti verið tilgangur myndargerðar mannana að draga fram nýja stöðu í málinu. Mér finnst hún hins vegar ekki vera svo einhliða gerð að ég geti sagt hér í dag að mér finnst þetta fólk vera saklaust. Ég hef ekkert sannfærst það. En hún, að því leyti er hún ekki svo einhliða að hún hafi þessi áhrif á mig. En hún vekur upp ýmsar spurningar sem þarf að svara og það sem skiptir máli er það að það hefur farið í gang samkvæmt lögum sem við höfum sett, eðlileg málsmeðferð á því og hvernig á að meta það og ég held að það sé staðið að mikilli vandvirkni að undirbúningi þeirra mála og ég vona að Hæstiréttur vinni loka niðurstöðuna með sama hætti og það kannski er ekki tilefni til þess að ræða svo þá spurningu fyrir að niðurstaða Hæstaréttar liggur fyrir og menn sjá hvernig þessi atriði eru vegin og metin. Já, en þú segir að þarna séu spurningar sem þurfa að svara. Er hægt að svara þeim öðru vísi en með endur upptöku? Já, það er auðvitað hægt að gera það. Dómurinn verður auðvitað að meta það. Ég ætla ekki að fara að segja hér fyrir það, en það síst af öllu í mínum færum eða á mitt hlutverk að gera það. Dómurinn verður að komast að þeirri niðurstöðu þegar hann hefur vegið og metið allt sem fyrir hann hefur verið lagt. Ragnar Hall, aðeins. Fyrir rúmu ári þá skiljar þú til Hæstaréttar skýrslu vegna beiðni Sævars Ciesielski endurupptöku og þú komst að þeirri niðurstöðu að henni bæri að hafna. Hvers vegna? Sú umsögn eða tillaga eins og það heitir samkvæmt lögunum, hún var umsögn beiðni sem Sævar hafði sjálfur sett fram og ég tel að það komi fram rökstuðningur minn fyrir því í minni tillögu til Hæstaréttar að það hafi ekki verið skilyrði til þess að endurupptaka málið á grundvelli þess sem fram kom í þeim gögnum sem Sævar hafði lagt fram. Nú, ég veit ekki hvort ég má draga eitthvað of víðtækar ályktanir af viðbrögðum Hæstaréttar við þeirri umsögn, en mér sýnist þó að Hæstiréttur hafi ekki heldur talið að skilyrði væri til að endurupptaka málið á þeirri forsendu þá, því að þá hefði sjálfsögðu ekki verið neitt tilefni til þess fyrir réttinn að hlutast til að ráða Sævari sérstakan talsmann. Og ég held að það hafi verið viðbrögð réttarins til þess að freista þess að málið yrði sett fram með skipulegri hætti og þá farið lögfræðilega betur ofan í það heldur en hann hafði getað gert. Hann hafði gert þetta einn og óstuddur og niðurstaðan svo af því er sú að talsmaður Sævars hefur lagt fram mjög ítarlega og vandaða greinargerð, vil ég segja, sem ég er með til skoðunar núna og
og mun þurfa einhver tíma enn til þess að ljúka athugun á henni. Ég hef ekki tekið afstöðu til þess hvort ég tel að það séu skilyrði til þess að endurupptaka þetta mál. Sú afstaða liggur ekki fyrir. En Hvað þarf til í þínum huga? það eru bara lagaskilyrði samkvæmt lögunum um meðferð opinberra mála. Og allra stystu máli, hver eru þau? Þau eru í tveimur greinum í lögunum um meðferð opinberra mála og ég sé nú bara með textan hérna, það er nú einfaldast að lesa hann upp. Að það skal taka mál upp á ný ef fram eru komin ný gögn sem ætla má að hefðu skipt verulegu máli fyrir niðurstöðu málsins ef þau hefðu komið fyrir dómara áður en dómur gekk. Eða ef ætla má að dómari, ákærandi, rannsóknar eða aðrir hafi haft í frammi refsiverða hegðun í því skyni að fá fram þau málalok sem orðin eru. Þetta er nú svona í stuttu máli. Ég geri ráð fyrir því að Ragnar, að þú teljir að þessum skilyrðum sé fullnægt. Já, ég kannski vegna okkar áhorfenda minna á það að vegna þess að dómsmálaráðherra talaði eðlilega málsmeðferð og síðan talaði Hæstarétt í sama orðinu eins og eðlilegt að þá auðvitað halda flestir að Hæstaréttur fjalli þessa endurupptöku sem dómstól. En íslensk lög hafa þetta atriði verið óbreytt allt frá 1920 og þau voru öðruvísi heldur en tíðkast í löndum á sambærilegu réttarfarsstigi og við erum á. Þar ætíð fjallað svona mál fyrir dómi, endurupptökumál fyrir dómi, bæði á Norðurlöndum, Bretland og svo framvegis. En á Íslandi þetta einhvers konar stjórnvaldsathöfn og máli verður ekkert flutt og hvorki ég né nafni minn verðum fyrir framan dómstólinn, hvorki sem stjórnvald eða sem dómstól. Þegar þar að kemur, heldur verður þetta gert bara á lokuðum fundum og með fundagerðum og svo framvegis. Og það er mjög mikilvægt að hafa þetta í huga. Þetta er ekki mjög gott fyrirkomulag og ég er bestum því viss það að Þorsteinn Pálsson mun nú beita sér fyrir því að einnig þetta verði endurskoðað í lögunum með meðferð opinberra mála. Hvað segir það, Þorsteinn? Já, ég get alveg tekið undir það, en það sem skiptir máli í þessu sambandi og ég hef verið að segja að miðað við þann lagaramma sem verður að starfa við í dag, þá tel ég að Hæstiréttur hafi lagt sér fram við að taka málinu af mikilli vandvirkni með því að skipa sérstaka réttargæslumann. Það er hvergi ákvæði það í lögum og engin sérstök kvöð á Hæstarétt að gera það, en það er gert og það er einmitt til þess að bæta úr þeim vanköntum sem Ragnar er að tala og þess vegna held ég að það standi alveg óhaggað að það er verið að reyna að vinna þetta á eins vandaðan hátt eins og kostur er. Davíð Þór, svona sem lagaprófessor, kalt mat, er þessi málsmeðferð og málið eins og það var til fullnægir það kröfum sem gerður í dag? Áreiðanlega ekki. Ég býst í því að já, ég hef kannski ekki átt að taka svona sterkt til orða en ég held nú að meðferð þessara mála almennt sé vandaðri núna, þó að sjálfsagt megi ýmislegt að finna. En kannski svona bara í lokin til þess að, sko, kjarninn er þessi, eins og ég hef búin að segja hérna, að þetta mál hangir alltaf á þessum játningum og þess vegna skiptir það höfuðmáli þegar við erum að meta það hvort skilyrði séu til endurupptöku. Það segir þetta ný gögn, en það er nú kannski ber ekki að skýra það kannski endilega svo þröngt. Heldur hitt að það komið fram nýjar upplýsingar nýjar upplýsingar til viðbúta þeim sem að lágu fyrir þegar dómarnir voru kveðnir upp, sem sýnir það og sanni að það hafi verið stórfelldar brotalamir í rannsókn málsins eins og gefið til kynna í þættin. Ég myndi aldrei endurupptaka málið á grundvelli þessa þáttar. Það verður að bera þetta allt saman og skoða gögnin og svo framvegis og ég er nánast alveg viss það að greinargerðin frá Ragnari sem að mig minnir að hafi verið upp undir 200 blaðsíður að hafi komið fram að það er svo margt fleira þar og hérna þess vegna hef ég það svolítið á tilfinningunni að þetta já, þegar ég sagði áðan að Hæstarétti yrði vandi á höndum þá átti ég einfaldlega við það að það kann að koma í sú staða að það verði mjög erfitt fyrir þá að endurupptaka málið ekki. Það er svona mín tilfinning að því að horfa á þennan þátt og þá byggi ég það á því að það sé allt saman byggt á traustum gögnum og
sjálfsagt einhverjum viðbótar upplýsingum sem að Ragnar með í sinni greinargerð. Ég held að það sé alveg óhætt að svara spurningunni sko, þessi atriði að samkvæmt þeim réttarfarsreglum sem nú gilda að þá alveg útilokað margt af því sem þarna gerðist gæti á sér stað í dag. Það hefur búið að breyta réttarfarslöggjöfinni það mikið, bara til að mynda þetta eins og framkom í myndinni að réttargæslumennirnir fengu ekki aðgang að sakborningunum tímunum saman. Í dag eiga þeir alveg skýlausan rétt á þessu. Það eru ákveðnar reglur um það hvernig þeir sem í gæsluvarðhaldi geta komið bréfum til tiltekin aðila, dómstóla og umboðsmanns Alþingis og dómsmálaráðuneytis og án þess að þau séu opnuð af rannsóknaraðilum. Þannig að allt þetta umhverfi er gjörbreytt. Þannig að það er alveg klárt að... En líka þá var þetta óeðlilegt, ekki sett? Líka þá? Jú, en reglurnar voru bara allt öðru vísi. Það voru ekki gerðar sömu kröfur og kerfið var allt annað því að þá var dómstóllinn að rannsaka málið og nú er búið að skilja þar á milli. Þannig að ég held að við getum svarað því alveg klárt að miðað við stöðun í dag þá hefði þetta farið fram með öðrum hætti. En að leiðrétta þá 20 ára gömul mistök, hvernig verður það gert? Það út af fyrir þessi mat sem dómurinn stendur frammi fyrir. Fyrsta lagi á að taka málið upp og flytja það á nýjan leik og ef svarið við því já, þá þarf að svo aftur að meta þann málflutning og komast að niðurstöðu því að upptaka málsins ein út af fyrir sig segir ekki fyrir niðurstöðu í nýju dómsmáli. Hverju gæti endurupptaka skilað raun og veru, Ragnar? Endurupptaka gæti skilað annarri niðurstöðu heldur en 1980, til dæmis sýknudómi að þér varða þau 3 atriði sem eru nú til endurskoðunar, hugsanlegar endurskoðunar. Það er Guðmundarmál, Geirfinnsmál og málum rangar sakargiftir á hendur fjórmenningum. Og við höfum svona mál allt í kringum okkur, ekki daglega. Við höfum Kristján Lilland í Noregi, 25 ára fangelsi, neitaði endurupptöku, síðan endurupptekið, sýknaður, 130 milljónir í skaðabætur sem dæmi. Þar voru hinn 9 gögn, sama blóðið og fyrir 27 árum, en ný læknisfræðileg eða efnafræðileg þekking. Það eru 9 gögn. Nýr dómur, breytt túlkunarlögum geta verið 9 gögn. Þetta er ekki ný sönnugögn. Þetta eru 9 gögn í víðtækasta skilningi. Já, er líklegt að endurupptaka gæti leitt þessi mál til lykta? Hvaða tilfinning hefur þú fyrir því, Sigursteinn? Það er að segja, ef að sannleikurinn hefur ekki komið fram í þeirri niðurstöðu sem fékkst fyrir 20 árum, mun sannleikurinn þá koma í ljós núna eftir 20 ár? Er einhverjar veilur í málatilbúnaðinu sem þú komst auga á sem að gætu, gefið vísbendingar hina réttu niðurstöðu? Nei. Ertu með einhverjar kenningar? Þessi rannsókn okkar sem hófst í janúar í fyrra, hún hefur alfarið snúist það hvernig staðið var að málum eftir að þessi mannshvörf eiga sér stað, hvernig staðið var að rannsókn á hvarfi Guðmundar Einarssonar í Hafnarfirði og hvernig staðið var að rannsókn á hvarfi Geirfinns Einarssonar í Keflavík, bæði í Keflavík og í Reykjavík. Við erum ekki að leggja eitthvað mat á það hvort þetta fólk sé saklaust eða neitt slíkt. Við erum bara að draga fram staðreyndir og ég er sammála dómsmálaráðherra með það að þetta er svo sannarlega umræðugrundvöllur og ég held að það sé verulega mikið undir fjölmiðlum í dag komið hvert framhaldið verður, hvernig þetta fer allt saman vegna þess að ég held að í þessu sambandi þá hafi þáttur fjölmiðla í umræðunum hér áðan aðeins verið vanmetinn. Ég held að þáttur fjölmiðla á sínum tíma hafi verið ansi stór og þá á ég við annars vegar að þrýsta á rannsóknaraðila að halda áfram með málið og koma með nýjar upplýsingar að gangi mála en í síðumúla og hins vegar að þá skapaðist náttúrulega þjóðarstemning í landinu sem var engu lík, trúlega hvorki fyrr né síðar og náði náttúrulega hámarki á þeim tíma þegar utandagskrárumræða fer fram á Alþingi. Þannig að... Það er kannski fínt orðið við þetta fár sem gekk yfir. Já, eða fár, já, öllu heldur fár. En í öllu falli ég held að framhaldið núna
vegna þess að ég alveg sannfærður það, þó að ég sé ekki lögfræðilega menntaður, að þær nýju upplýsingar og gömlu upplýsingar líka sem framkom í þessu þáttum, að því að við erum að dusta líka rykið af mörgum gömlum upplýsingum en við erum að sýna fólki þetta, held ég, samt sem áður í nýju ljósi. Ég held að þetta ætti undir öllum venjulegum kringumstæðum, bara út frá réttlætissjónarmiði, að nægja til endurupptöku. Réttlæti, mun það sigra, Þorsteinn? Já, verðum við ekki að trúa því til þess höfum við nú réttarkerfið. Þá ljúkum við þessum umræðum hér í kvöld og þeim heldur vafalist áfram næstu daga. Takk ykkur kærlega fyrir og góða nótt.